Já, það hefur ekki farið fram hjá ykkur hlustendur og áhorfendur góðir að það eru tíðindi í vindorkumálum Íslendinga. Orkustofnun hefur gefið leyfi fyrir fyrsta klasanum, ef maður getur sagt sem svo, við Vaðöldu í Rangárþingi ytra. Við vorum hér í fyrradag með framkvæmdastjóra Landverndar sem var mjög skeptísk á þessi áform og boðaði mikla andstöðu, sérstaklega ef vindmyllugarðar munu spretta upp eins og gorkúlur. Einhver sagði að Ísland myndi líta út eins og nálapúði ef öll áform vindorkugarða út allt land næðu fram að ganga. Þannig að þetta eru mikil tímamót. Við vitum ekki alveg hve langt verður gengið, en einn þeirra Íslendinga sem getur hjálpað okkur að skilja það er orkumálastjóri. Halla Hrund Logadóttir, velkomin til okkar. Takk fyrir. Þetta er búið að vera bitbein. Náttúruverndarsinnar hafa verið skeptískir á ekki síst hin ósnortnu svæði, og það hefur ekki orðin einn sátt á meðal held ég íslensku þjóðarinnar hvar væri best að koma þessu fyrir. Leið þér þegar þið tókuð ykkar ákvörðun núna fyrir nokkrum dögum eins og að þú stæðir fyrir 2 kostum illum? Það er í raun og veru þannig að ákvörðunin að setja þessa kosti, þennan kost og líka lundin eða virkjunina sem við Blöndu, að setja þær í nýtingaflokk. Hún er tekin af Alþingi og hún er tekin fyrir nokkrum árum síðan. Þannig að við erum að tala í raun og veru ferli sem er mótað af þeirri pólitísku ákvörðun. Já. Ég held að það sé mjög mikilvægt að hugsa út í, því að þegar við hugsum öll verkefnin sem eru á kortinu, sem eru mjög mörg, hátt í 40 verkefni, að þá er það pólitísk ákvörðun í gegnum ferli rammaáætlunar hvað verður sett í hinn svokallaða nýtingaflokk. Og það sem er sett í nýtingaflokk í gegnum Alþingi, það er það sem að fer síðan í leyfisveitingar hjá stofnunum hins opinbera, hjá sveitafélögum og annað. Já. Þannig að stóri punkturinn í ákvörðunartökunni er í raun og veru það sem er sett í nýtingaflokk í vinnu Alþingis. Ef við skiljum rétt, þá höfðu þið þá ekkert val? Í raun og veru ef að verkefni uppfyllir öll skilyrði laga, og skilyrði laga snúast meðal annars hvort að verkefnið hafi farið í gegnum skipulag hjá sveitafélagi, hvort við séum að tala að Landsvirkjun í þessu tilfelli og Landsnet hafi náð saman. Það eru ákveðin skilyrði sem að leyfi þarf að uppfylla, og þegar að leyfi uppfyllir skilyrði eða umsókn leyfi uppfyllir þau skilyrði, að þá ber stofnuninni að veita leyfið. Já. Þannig að þess vegna reynir svo mikið á stjórnmálin núna þegar við horfum á þessi þennan fjölda verkefna sem er í undirbúningi allt land. Já. Þá mun reyna svo mikið á stjórnmálin að hafa sterka sýn á það hvernig þessi orkugjafi eigi að byggjast upp á Íslandi. Já, eitt ágefnið er það að margir í hópi almennings vilja gera greinamun á þeim ákvörðunum sem að Landsvirkjun telur góðar og svo öllum hinum sem vilja stökkva stað utan. Ef þú fer nú bara aðeins yfir það með okkur svona kannski lagalega, getur hver sem bara riggað upp vindorkugarði með því einu að semja við sveitarfélag sem kannski skítblánt og vantar bara aðeins súrefni til þess að halda áfram að borga laun starfsmönnum sveitarfélagsins, semur illa af sér, kostar okkur skert útsýni þegar þetta sprettur upp í miklum hæðum, hefur neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna. Hvernig er þessum málum háttað, munurinn á þessu tvennu? Það má segja að þetta fjölbreytta eignarhald sem að birtist í vindorkunni, þetta eru langflest einkaaðilar sem eru á bakvið þennan fjölda verkefna. Já. Það er í raun og veru afleiðing breytinga á regluverkinu í tengslum við Evrópulöggjöfina sem var að innleiða 2003. Þannig að við erum að sjá hann veruleika í tengslum við þær breytingar, og ég held kannski að fólk hafi ekki áttað sig á því á sínum tíma að innleiðing á orkupakkanum myndu fylgja
þessar breytingar á umhverfinu. Og bara okkur skylda til þess að innleiða þetta. Já, það í raun og veru hluti af því innleiðingaferli en vissulega það síðan Alþingi sem að ákveður hvar á landinu það á að nýta þennan orkugjafa og þannig að það töluvert mikil stýring sem að þingi getur haft í gegnum það og ég held að þetta séu nokkrar ólíkar spurningar sem að munu koma til með að brenna á fólki. Eitt það varðandi eignarhaldi því að það alveg ljóst að hinga til hefur það verið þannig að við erum að fá ábata af verkefnunum bæði í gegnum auðvitað nýtingu og orkunni en líka í gegnum eignarhaldið og við eigum arðinn sem að fellur til. Já. Arðinn sem fellur til og líka eignarhald á auðvitað þessum innviðum eins og við eigum núna í gegnum bæði fyrirtæki eins og Landsvirkjun en líka sveitarfélögin eiga eins og Orkuveitan eiga sínar virkjanir. Þannig að spurningin mun eflaust snúast það hvernig ábati skilar sér til samfélagsins ef að eignarhaldi ekki opinbert. Það ein spurning sem að ég tel að muni brenna á fólki. Síðan eru aðrar spurningar eins og bara hreinlega staðsetningu því að þetta eru stór mannvirki. Þetta verkefni sem hér ræðir, þetta 150 metrar í fullri efstu stöðu og það má gera ráð fyrir að verkefni geti verið með vindmyllum sem eru kannski alltaf 200-250 og þannig að það augljóst að þetta hefur áhrif á umhverfið nýjum hætti. Þú þarft náttúrulega bara mjög öflugt sprengiefni til þess að sprengja undirstöður leið fyrir þetta er mjög mikið rask. Hefur töluvert mikið rask, veglagning og annað og þetta annars konar umhverfisáhrif heldur en til dæmis vatnsafl og jarðhiti þar sem áhrifin eru staðbundnari, þú sjást minna þannig að það verður áhugavert að sjá núna ef að raunverulegt verkefni rís á Íslandi hvernig fólk mun horfa á þennan orkugjafa í samhengi við aðra kosti. Já. Og þannig að ég held að þetta séu svona dæmi spurningar sem að munu brenna á fólki, skipulagsmálin og eignarhaldið og fleiri atriði. Þetta þetta auðlind, þetta ný auðlind ef svo má segja sem að góð á Íslandi, það að segja gæði vinds á Íslandi eru mikil og það líka ástæðan fyrir því að svona margir að sækjast eftir því að nýta auðlindina því að gæðin hér á landi eru kannski svipuð og þau eru á hafi á mörgum öðrum stöðum. Þannig að tækifærið að horfa á hvernig hægt að nýta þennan orkugjafa en gera það með skynsum hætti og hafa þessa langtímasýn. Það sé lykilatriði. Og þar komum við að gagnrýni landverndar. Þau segja að það vantar stefnu. Af hverju erum við að samþykkja fyrsta vindorkugarðinn áður en stefnan komin? Já, það hinn stóra pólitíska spurning. Því að núna í raun og veru verið að fylgja bara þeim lagaramma sem til í landinu og þetta verkefni tekið eftir honum. Ráðherra orkumála hefur verið að láta vinna ýmsa vinnu í gegnum starfshópa og það átti að leggja fram stefnu og vinna hana á Alþingi. Og ég get tekið undir með Landvernd og fleiri aðilum. Ég held að allir sjáu að það sé mikill hagur í því að við séum með heildarstefnu. Líka af því að við erum að tala að þessi verkefni, ef það ekki heildarsýn, að það verða svo miklu deilur á svo mörgum stöðum. Þannig að tímaröðin röng? Í raun og veru kannski má segja að núna sé sérstaklega mikilvægt að klára þetta og það má deilum það hvort að þetta verkefni hefði átt að koma síðar. Ég myndi segja víst að þetta verkefni komið svona langt að kostirnir við það séu kannski að ef að þetta verkefni næra rísa áður en ákvörðun önnu verkefni eru tekin, þá kannski verður umræðan aðeins raunverulegri. Af því að núna erum við dálítið að horfa á þetta abstrakt.
En getur ekki líka gerst að allir vanda sig mjög vel við þetta verkefni og það verður litið til þess sem einhvers konar fyrirmyndarmódels. Svo koma bara sóðarnir og svo koma skussarnir og það verður bara sóðaskapur í þessum business seinna og þá var búið að leggja línunar, það var búið að búið til almenningsálit sem var jákvætt gagnvart þessari framkvæmd því að þar voru menn að vanda sig en verður ekki endilega forspá það sem koma skal. Þarna mun auðvitað reyna á regluverk að það sé í lagi og eftirlit og annað. Þannig að vonandi verður það nú ekki. Nei. En ég held aftur að eins og staðan er núna því þú varst að spá í hvernig svona verkefni komast til framkvæmda, að þá er það vissulega þannig að það er nánast svo einfalt að þú getur tilkynnt inn kost til rammaáætlunar án þess að tala við landeiganda og það er alveg augljóst að það er ekki farsælt. Að við horfum bara ímyndum okkur sko, sléttur í sveit ef að það á að fara að ná sem flestum undir verkefni, það er alveg augljóst að það verða svo mikil átök manna á milli að það er ekki farsælt fyrir geiran heldur því að átök kosta samfélagið mikla peninga og hafa líka neikvæð áhrif á þessi verkefni. Þannig að ég held að það sé hagur allra, orkugeira, náttúruvandi sinna, Íslendinga allra, að þarna sé mjög skýr framtíðarsýn. Og við höfum talað fyrir því í Orkustofnun að þetta sé ekki bara framtíðarsýn vindorku á landi, heldur líka vindorku á hafi, því að það eru líka möguleikar þar. Og við erum svo heppin á Íslandi að hafa ólíka möguleika. Sumlönd hafa ekki jarðhita á vatnsafl og við eigum að geta verið klók í því að velja okkur skynsama staði fyrir orkuverkefni en ekki vera bara að hugsa sem flest verkefni heldur að vera klók í dreifingu þeirra og hvaða tegund hentar best á hverjum stað. Já. Maður velti því fyrir sér sko þegar maður heyrði Hörð hjá Landsvirkjun segja að vindorkan yrði þriðja meginstoð. Landsvirkjun og þá náttúrulega er hann að tala jarðvarma og fallvatnaorku sem hinnar tvær. Maður velti því fyrir sér sko, ertu aðeins á undan okkur þarna? Sjávarfalla, orka, þurfum við að, hvað maður að segja, setja merki miða nú þegar og meðan við vitum ekki meira og meðan þetta er allt svona óljóst, þurfum við að ýta vindorkunni þarna upp við hlið jarðvarma og fallorku. Má ekki alveg spyrja sig hvort hann sé ekki svolítið brattur? Ég held að það sem að verið er að ræða er að vindorkan er þess eðlis að hún getur spilað ágætlega með til dæmis vatnsaflinu því að á veturnar að þá er blæsvindur meira og það er minna í lónum og á sumrun er þetta öfugt. Þannig að tæknilega séð getur þessi orkugjafi nýst ágætlega. En það er kannski eins og með allt annað, það þarf að útfæra það vel. Og ef við erum að tala mjög mörg verkefni sem að byggjast upp á skömmum tíma, að þá hefur það áhrif á það sem að kallast jöfnunarorka, sem er það að vindurinn blæs ekki alltaf. Þannig að það hefur líka áhrif á fjárfestingar í kerfinu og svo framvegis. Þannig að allt er auðvitað að spila saman. Þannig að ég held vissulega að vindorka geti orðið hluti af kerfinu en eins og með alla okkar orkusögu þá þarf svo uppbygging að gerast í skrefum og lærdómur að fylgjast með. Það var ekki þannig að hér byggðust upp sko, það voru ekki veitt leyfi fyrir tugum virkjana í vatnsafli samtímis. Nei, og má ekki alveg spyrja sig hvort við höfum ekki gengið og langt. Er ekki að kólna í geiminu fyrir neðan okkur? Erum við ekki nálagt rányrkju? Í raun og veru held ég að við séum nú svo ótrúlega heppin að hafa gríðarlega mikla möguleika á Íslandi til að þróa ekki bara þessa tegundir orku, heldur líka vera fjölbreyttari, horfa meðal annars á sólarorku, horfa á sjávarföllin eins og vinur okkar í Færeyjum. Þannig ég held að við séum í einstakri stöðu. En við hefðum ekki mátt ganga lengra í nýtingu jarðhitans og hraðar en við höfum gert. Við erum allavega sammála það. Það skiptir máli á svæðum sem að mæðir mikið á að gera það með sjálfbærum hætti því annars fellur í raun og veru framleiðslu geta svæðisins og það getur haft áhrif á
bæjarfélög sem að treysta á húshitun og annað. En ég held að stóra spurningin muni alltaf, ég nefndi náðan sko spurninguna staðsetningu, ég nefndi spurninguna eignarhald, síðan mun þriðja spurningin sem hefur mikið verið í umræðinni, snúast meira og meira það í hvað orkan nýtt. Já. Og það hefur verið bitbein lengi og ég held að það komið til með að verða áfram, eitthvað sem að verður hort á. Já. Og til dæmis í Noregi að þá var það þannig að 70% af orku sem hefur komið úr vindorkuverum hefur verið nýtt í að stækka iðnað. Og af hverju það? Nú það að því að iðnaður eru mjög stöðugir kaupendur og geta gert langtíma samninga. Nú verið að horfa á í samhengi hér við orkuskipti og það mjög mikilvægt að útfæra þá löggjöf þannig að það sé hægt að tryggja að hluti þessar orku fari í markmið stjórnvalda. Já. Og ég held að fæstir kannski gerir sig grein fyrir að það var áður þannig að það var farið í ákveðin verkefni fyrir ákveðin markmið. En nú erum við auðvitað komið með orkumarkað, þannig að þú getur farið í mörg verkefni og þú verið með fullt af markmiðum. En það sá sem að borgar besta verðið sem að fær orkuna og það ekki ríki lengur eða stofnanir þess sem hafa áhrif á þau kaup. Nei, þarna komin einhvers konar vísir að viltu vestri. Svo er þetta líka bara með klifun þess að hamra á orkuskorti. Það augljóslega hægt að andæfa þeirri staðhæfingu með ýmsum rökum. En mér langar aðeins núna að víkja aftur til þeirra framtíðar sína sem að margir að ræða núna að ef spretta upp allir þessir vindorkugarðar eykur það líkurnar á sæstreng frá Íslandi til Evrópu? Já, það má segja að það hafi kannski eykur líkurnar. Það í raun og veru þannig af því að vindurinn blæs ekki alltaf að þá getur verið kostur að geta selt orkuna sæstreng. En það aftur stór pólitísk spurning því að bygging sæstrengs hefur margvísleg áhrif. Það þarf að ræða þar líka eignarhald ef við horfum á Nordnet strengin til dæmis á milli Hollands og Noregs að sá strengur í eigu Landsneta eða sambærilega aðalega okkar Landsnet beggja ríkjana. Það hefur verið rætt hvernig eignarhaldi ætti að vera háttað ef það lagður sæstrengur hér. Já. En svo það bara líka stór spurning hvernig þú ætlar að greiða upp sæstrengi. Af því að þú þarft gríðarlega mikið magn af orku. Og hérna ertu komin út í kannski stærri spurningar áhrif slíks á iðnað í landinu, á ólík fyrirtæki og aðra kaupendur af því að þú ert að koma með annan markað til að selja inn á. Já. Og þetta það sem hefur sést til dæmis í Noregi að þegar að verð hafa hækkað mikið vegna tenginga við Evrópu að þá hefur það líka haft áhrif á iðnað og við höfum kannski verið með að maður horfir aftur í tíman mjög svona samfélagsdrifna orkustefnu sem hefur meðal annars miðað að því að skapa störf á ólíkum stöðum á landinu. Þannig að aftur hérna ertu komin út í stórar pólitískar spurningar en ákvörðunin það að fara í eitthvað eins og sæstreng það eitthvað sem yrði tekið af Alþingi. Já. Og ég í raun og veru fagna því að almenna umræðan hafa verið hérna heima á að við eigum að klára okkar orkuskiptamarkmið, við eigum að klára þau markmið sem við höfum, hvort það í orkuskiptum eða í uppbyggingu áður en að við setjum fókus á verkefni eins og sæstrenga því að það getur líka haft ýmis áhrif á aðra þætti og mjög virkjana hvetjandi auðvitað líka. Jú, en það rifja samt upp fyrir mér að það ekkert mörg ár síðan við vorum með forsætisráðherra sem talaði mjög fyrir sæstreng
og hann formaður flokks núna sem að nýtur gríðalags fylgis og hann geti hreinlega orðið næsti forsætisráðherra, við vitum ekkert það. Og af því að þú veist miklu meira þetta orkuumhverfi og þessa sæstrengi en ég og sennilega flestir áhorfendur og hlustendur samstöðarinnar, þá verð ég að fá að nýta tækifæri núna og spyrja þig, ef við leggjum sæstreng, þurfum við þá að borga rafmagnið á einhverju ESB verði, einhverju markaðsverði út í heimi eða hvernig það? Já, það mun líklega hafa áhrif á raforkuverð og sveiflur í raforkuverði, alveg eins og vindorka mun í sjálfu sér gera líka og þá skiptir öllu máli í samhengi við heimili og almenning að tryggja það að það séu varnir sem koma í veg fyrir það að það verði gríðarlega miklar hækkanir á þessa hópa. Og hvernig stuðlum við að þeim? Já, það ýmislegt mögulegt í gegnum löggjöf Evrópusambandsins og það eitt af því sem Orkustofnun hefur talað mjög mikið fyrir að við séum að nýta þá möguleika líka í okkar umhverfi, því að þó að Íslendingar sé ekki með sæstreng að þá eftirspurnin, tala nú ekki eftir orkukrísuna í Evrópu og það að öll ríki að stefna á sín loftslagsmarkmið, að eftirspurnin eftir grænni orku gríðarlega mikil og þar að leiðandi mun til dæmis spurningin að tala að virkja nóg, hvað nóg og annað. Við erum í þeirri stöðu að við munum alltaf geta selt okkar grænu orku, hún svo verðmætt og hún svo vaxandi og þar að leiðandi verðmæti þessara auðlindar svo gríðarlega mikið og vaxandi. Spurningin verður alltaf hversu mikið við viljum virkja og nýta á hverjum tíma. Já. Og þar held ég að umgjörð skiptir gríðarlega miklu máli upp á sátt eins og við komin áðan staðarval og annað, en líka það að almenningur finni fyrir því að ábati sé að renna til samfélagsins. Já. Og það hefur verið, að þú varst að tala jarðhitann áðan, það var grunnurinn til dæmis að jarðhitavæðingunni, að fólk var að finna það að þróun og uppbygging jarðhita var að skila sér beint til fólksins í landinu. Einmitt, bara breytti öllum lífskjörum Íslendinga eiginlega meira en nokkuð annað, líkum manni við að segja. Þetta allt orðið núna, þetta komið í allt annan fasa. Það eru nýríkir gaurar, skuggalegir, sem að herja á lönd heimsins. Það veikt regluverk hér á Íslandi. Það hægt að komast upp með svakalega díla. Pólitíkin oft á köflum ekki að standa sig vel. Það dauðafæri fyrir menn til þess að koma og gera strandhögg á Íslandi í orkumálum, eins og ég sé þetta. Ég held að muni reyna á stjórnmálin að útfæra þetta regluverk. Það númer 1, 2 og 3, eitthvað sem þarf að gerast, að klára það, og það þarf að spyrja spurninga, auðvitað eins og hefur verið reynslan frá Noregi að það verið að sækjast eftir ákveðnum verkefnum og svo selja þau til fjárfestingasjóða. Það alltaf annað módel en hefur verið á Íslandi. Já. Það þarf að spyrja þessar spurninga og klára umræðan þessi mál ef það á að skapast langtímasátt. En ég held að eins og með allar okkar ríku auðlindir, eins og við erum vatnið, fiskin í sjónum, allar okkar auðlindir, ég held að lykillinn sé sá að ef okkur tekst að gera hlutina vel og tekst að læra af öðrum, að þá framtíð okkar í auðlindanýtingu orkumála mjög björt. Það? Já. Það ekki böl okkar hvað við erum rík af auðlindum að hér ekkert pláss fyrir hugvit, hér ekkert pláss fyrir framtíðarsýn, hér minna pláss fyrir siðferði, hér minna pláss fyrir svo margt sem að eldri menningin okkar byggir á, þar sem að menn hafa raunverulega þurft að nýta sitt siðvit og hugarafl til þess að búa til góð samfélag. Ég held að það sé, ég ætla nú að horfa á að því maður í miklum samskiptum við alls konar nýsköpunar fyrirtæki, ungt fólk sem að mennta sig og annað. Að ég held að með því að
nýta þá þekkingu og vera skapandi. Við þurfum ekki endilega að vera að hugsa orkumálin bara í samhengi við fáa stóra notendur. Þetta er auðvitað drifkraftur nýsköpunar líka og getur sannarlega orðið drifkraftur öflugra samfélaga allt land og gleymum því ekki sko að sama maður horfir bara, nú er mér hugsað til Siglufjarðar og nýsköpunar þar í líftækni og matvælaframleiðslu og annað. Þetta er allt geirar sem að þurfa orku og sterka innviði. En ég held við þurfum einmitt alltaf að vera að hugsa þegar er verið að byggja upp og þróa orkumálin. Hvernig eru verkefni að nýtast til þess að styðja við ólík svæði, til þess að styðja við spennandi verkefni og til þess að styðja við það að við séum spennandi land fyrir komandi kynslóðir. Og ég verð að segja að ég er töluvert bjartsýnni en þú lýsir og held að við séum kannski í dauðafæri núna að gera þessa hluti rétt. Og gleymum því ekki að við höfum fullt að reynslu heima líka. Men Kárahnjúkar voru ekki auðvelt verkefni. Kárahnjúkar voru glæpsamlegt verkefni. Við tókum allar reglugerðir, við tókum vinnustofnana og hendum henni í ruslafötuna. Við tókum fagálit og létum það róa og bara ráðherrar komu með barbabrellur og við nauðguðum Kárahnjúkavirkjun í gegn. Ég held að sko... Er eitthvað rangt við það sem ég sagði núna? Ég held bara afleiðingar þess verkefnis í átökum sé eitthvað sem við getum lært svo mikið af. Og upp úr því sprattu þetta rammaáætlun sem var svona átt að vera leið til sátta, að væri verið að horfa heildstætt yfir landið og nú mun kannski dálítið reyna á að sú hugsun, þessi langtímasýn, að hún sé í hávegum höfð. Já, við vonum það. Já. En sko það sem er þó gott við vindorkuna er að hún leikur enginn vafi á því að við getum kallað hana græna. Já, hún er framleiðir endurnýjanlegar orku eins og okkar jarðhiti og vatnsafl. Sko, ég fá oft spurninguna af hverju eru við svona aftarlega í þróun vindorku? Danir eru miklu lengra komnir. Og þá er áhugavert að spyrja sig af hverju er það? Það er vegna þess að Danir hafa ekki hina kostin sem við höfum. Nei. Og þá er það, sko, segiru græna orku. Hrakval hjá þeim, kannski? Já, þeir verða góðir í vindinum af því þeir hafa ekki aðra kosti. Þeir hafa nú alltaf verið mjög góðir einmitt að sko hugsa upp lausnir vegna skorts þeirra á náttúruauðlindum. Já, en við í samhengi við orkukosti að þá höfum við vatnsafl og jarðhita og það er í raun og veru svo góðir kostir af því að það er stöðug orka. Þannig að það er ekkert skrítið að við höfum farið fyrst í þá leið og orðið leiðandi sérfræðingur í jarðhitanum. En plús það að íslensku víðernin eru ákveðin sérstæða. Þau eru sannarlega sérstæða og verðmæti náttúru hér á landi og bara á norður hjara veraldar er að vaxa gríðarlega mikið. Og þar að leiðandi mun líka má kannski segja að við séum alltaf að vinna með tvær auðlindir samtímis. En varðandi sko munin á En er vindorka grænorka? Já, vindorka framleiðir endurnýjanlega græna orku, en það eru auðvitað... En er þetta bara svona ekki já eða nei spurning? Já, það skiptir máli þarna að þú ert auðvitað með innviði og spaða og annað sem að þarf að horfa á hvernig það er framleitt og hvernig því er fargað og annað. En orkugjafinn er endurnýjanlega orka og þannig að það þarf að passa að fara vel með hvernig hitt er mótað og umstangið í kringum sjálfa orkuöflunina það kannski má segja að nota önnur orð heldur en orkuna sjálfa. Já, í raun og veru það líka hafa í huga að líftími, við erum til dæmis að veita þarna tímabundið leyfi því að líftími þessara mannvirkja er skemmri heldur en í tilfellum vatnsafls. 20-25 ár? Já, 25-30 ár. 25-30 ár. Þannig að það er annað eðli. En aftur, ég held að það séu tækifæri fyrir okkur að bara eins og með alla aðra uppbyggingu á að hafa sterka framtíðarsýn, hugsa ábatan, hugsa
líka vera djarfar í að hugsa hvaða markmiðum við ætlum að ná með nýtingu og gera kröfur á það að við séum að skapa sem mest verðmæti fyrir sem minnsta nýtingu, alveg eins og þó að fólk geti deilt sjávarútveginn að þá þegar kvótakerfi var komið á að þá fókusun á það að reyna að búa til sem mest verðmæti. Við þurfum svolítið að ná líka utan þá hugsun í orkugernum að búa til sem mest verðmæti fyrir sem minnst rask hverju sinni. En ef þú værir ekki þeirri stöðu sem þú ert í myndir og kannski myndi ekki svara spurningunni vegna þeirra stöðu sem þú ert í en sko það eru svona fjörlegar umræður í sundlaugarpottunum hvort það væri þá kannski bara best að taka eitthvað eitt frímerki af Íslandi og undirleggja það af vindorku og þá það bara vindorkusvæðið, það stingur þá ekki í augu íbúa og ferðamanna út allt land og svona. Geturðu sagt mér skoðun þína á því hvort þínu viti gæti verið gáfulegt að vindorkan yrði mest öll á einum stað? Ég held að sú sýn sem kannski birtist í þessu staðavali á Búrfellslundi og svo Blöndu sé í takt við það að það sé verið að horfa kannski fyrst og fremst á röskuð svæði og þetta eru mikil og stór mannvirki þannig að ef maður horfir á þessa spurningu út frá sátt að þá sé heppilegt að gera þetta á færri svæðum og líka í sjálfu sér þá verið að tengja þetta við innviði sem eru til staðar eins og til dæmis í samhengi við Búrfellslund og þetta eru þetta miklar innviða fjárfestingar þannig að það getur verið á hagkvæmni í því líka þannig að ég held ég fór nú í sumarfrí til eyju annar eldfjalla eyju með dætur mínar og mann og þá þegar þú keyrir sífræga eyja Tenerife þegar þú keyrir á milli þar staða að þá sérðu mörg lítil verkefni og í náttúru sem miklu einsleitari heldur en íslensk náttúra og ég held að maður sjáu bara svo vel á svoleiðis stöðum líka að það sé ekki heppilegt upp á átök að hafa mörg lítil verkefni sé betra að vera að reyna að horfa á bara út frá hagkvæmni líka en þetta eru stórar spurningar og ég held að fólk þurfi ekki bara að tala í heitapottunum heldur að tala við sína kjörnu fulltrúa því að þetta eru mikilvægar spurningar sem að þarf að greiða úr. Heldur betur. En kæra þakki fyrir komuna Halla Hrund Logadóttir. Við höfum tekið eftir því að þú hefur ekki sótt þá stöðu sem verið að auglýsa núna með sameiningu tveggja stofnana þar á meðal Orkustofnunar. Hvers vegna ekki? Hugurinn leitar annað og framtíðin spennandi eins og í orkugeranum. Viltu segja ykkur hvert hugurinn leitar? Það kemur ljós síðar. Já. Og þá segir okkur það fyrst hér á samstöðinu eða hvað? Það má vel vera. Kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og gangi þér allt í haginn. Takk. Og að því sögðu víkjum við að allt öðru. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.